Samkvæmt heimildum Fréttaaukans hafa nokkrir fyrrverandi bankastarfsmenn hinna föllnu banka sett sig í hlutverk milligöngumanna í þessu ólöglega braski. Þetta vill Seðlabankinn ekki staðfesta en segir þó að það séu tiltölulega fáir aðilar, nokkrir tugir sem standi í þessari ólöglegu milligöngu. Frá því í haust hefur þessum málum verið vísað til fjármálaeftirlits sem tekur ákvörðun það hvort þau fara í sakarannsókn. Veltan í þessum meintu glæpum gríðarleg. Á 400 mál eru enn í skoðun hjá Seðlabankanum en þegar búið að vísa 22 málum til fjármálaeftirlitsins. Ef við tökum hins vegar svona hreint innstreymi, til dæmis þeirra brota sem við höfum tilkynnt þessar 22 mála til fjármálaeftirlitsins, að þá erum við að tala þar fjárhæðir í kringum 32 milljarða. Og á sama tíma, á þessu sama tímabili og þessi í rauninni 22 brot eiga sér stað, að þá innstreymi á erlendum gjaldeyri á gjaldeyrismarkaði. Það í rauninni erlendu gjaldeyri sem hefur skipt í innlendan gjaldeyri á íslenskum gjaldeyrismarkaði á sama tíma eru í kringum 380 milljarðar. Þannig að 32 milljarðar af þeirri tölu ansi góð upphæð. Þannig að þetta eru gríðarlega stórfelld þessi meintu brot sem við erum að tala hér í upphæðum séð. Já, þessi meintu brot eru stórfelld og það alveg ljóst að þau hafa áhrif. Þetta skaðar gengi krónunnar, minnkar gjaldeyrisforðan og dregur úr viðskiptajöfnuði. Ingibjörg telur að það hafi verið ákveðið sinnuleysi í þessum efnum og menn hafa talið í lagi að snúa á kerfið með þessum ólöglegu og siðlausu gerningum. Þó séu nú merki ákveðna viðhorfsbreytingu meðal þjóðarinnar. Ég held nú reyndar að svona flestir átti sig á þeim skaða sem þessi brot valda. Ég held að það sé óhætt að segja að gengi krónunnar hafi áhrif á okkur öll. Og þannig að það alveg ljóst að eins og þú segir, í stóru sem smáu og þá hefur þetta áhrif á okkur öll, já. Hvað refsing að liggja fyrir við þessum brotum? Já, það sektir, stjórnvaldssektir og fyrir lögaðal allt upp á 75 milljónir og þá jafnframt náttúrulega upptaka á ógóða. En þá svona við alvarlegri brotum og þá liggja við fangelsisrefsing alltaf 2 árum. Og þessi meinti ólöglegi ágóði, þetta er að tala verulega fjárhæðir. Já, út frá þessum tölum sem við erum að sjá, já, þá megum við gera ráð fyrir að þetta séu töluverða fjárhæðir. Jafnvel 20 milljarða? Jafnvel, það erfitt að segja það núna, meðan málin ekki komin kannski á lokastig, en já, ég gerir ráð fyrir að þetta veri töluverðar fjárhæðir.